Ég settist í sófan með tölvuna mína eitt kvöldið eftir ég var búin að svæfa strákana mína 2. Ég var að fara yfir tölvupóstsamskipti varðandi kaup á hinum ýmsum tækjum fyrir nýja tannlæknastofu sem ég er að opna. Þá fekk ég óvænt skilaboð. Valdís, vilt þú vera með ræðu á áfram Ísland viðburði sem við erum að fara að skipuleggja á Skaganum? Ég er ekki frá því að ég hafi hlegið smá og hugsað, af hverju ég? Ég er ekki sérfræðingur í Evrópurétti. Ég er ekki hagfræðingur eða stjórnmálamaður. Ég er tannlæknir, ég er eiginkona og ég er 2 barna móðir. Sum þekki mig líka á samfélagsmiðlum þar sem ég miðla fræðslu og dreifi jákvæðum skilaboðum. En eftir þessa vangaveltur, þá fór ég að pæla í því, kannski er þetta akkurat ástæðan fyrir því að ég stend hér í dag. Vegna þess að umræðan, hún snýst ekki bara stjórnmál. Hún snýst fólk, hún snýst fjölskyldur, hún snýst fyrirtækin sem skapa störfin. Og hún snýst það hvaða land við ætlum að skilja eftir fyrir börnin okkar. Undanfarna mánuði hef ég eytt miklum tíma í að byggja upp mína eigin tannlæknastofu. Ég hef tekið lán, ég hef samið við birgja, ég hef valið tæki, ég hef ráðið starfsfólk. Ég hef tekið ákvarðanir sem hafa áhrif á líf annara. Það hefur gefið mér betri sýn á landið okkar. Þetta fer nefnilega allt að snúast ábyrgð. Ég spyr mig því einfaldlega, hvað er vandamálið sem við erum að reyna að leysa? Ísland er alls ekki fullkomið. Við glímum við verðbólgu, við glímum við háa vexti, við glímum við húsnæðisvanda og stundum, eða kannski svolítið oft, glímum við skítaveður á sumrin. Það þarf ekki sérfræðing að sjá að þetta er ekki fullkomið ástand. En þegar ég horfa á stóru myndina, sé ég líka annað. Ég sé land þar sem atvinnuleysi er lágt. Ég sé land þar sem atvinnuþátttaka er með því hæsta sem gerist. Ég sé land þar sem kaupmáttur hefur vaxið hratt á undanförnum árum. Ég sé land þar sem mun stærra hlutfall fólks býr í eigin húsnæði en víða annars staðar í Evrópu. Og ég sé samfélag sem kemur mjög vel út í alþjóðlegum samanburði þegar kemur að lífskjörum, jöfnuði og samkeppnishæfni. Þetta þýðir auðvitað ekki að Ísland sé fullkomið, langt í frá. En þetta þýðir samt að grunnurinn er sterkur. Og þegar grunnurinn okkar er svona sterkur, þá eigum við að laga það sem þarf að laga. Ekki rífa húsi niður og byggja nýtt. Þá spyr ég mig aftur, ef Ísland stendur svona sterkt, af hverju ættum við að breyta stefnu? Sem tannlæknir vinn ég eftir reglum á hverjum degi og þannig á það að vera. Reglur skapa öryggi. Mér finnst líka mikilvægt að þær reglur sem hafa áhrif á Íslands samfélag sem mótaðar með íslenskum veruleika í huga. Ég tel að sem flestar ákvarðanir Ísland eigi vera teknar hér á Íslandi. Ekki vegna þess að við höfum alltaf rétt fyrir okkur. Heldur vegna þess að þau sem taka ákvarðanir eiga líka bera ábyrgð gagnvart íslensku þjóðinni. Þegar ég stofnaði fyrirtæki mitt, lærði ég að ábyrgð og ákvörðunarvald eiga alltaf að haldast í hendur. Ef ég tek ranga ákvörðun, þá þarf ég líka að leiðrétta hana sjálf. Mér finnst að við eigum að gera það sem þjóð. En það sem skiptir mig mestu máli eru synir mínir. Eftir að hafa eignast börn, þá getur sjónarmiðið breyst. Það kemur meiri framtíðarhugsun. Hvernig verða næstu áratugir fyrir börnin okkar? Mig langar að synir mínir alist upp í landi sem hefur trú á sér. Landi sem treystir sér. Landi sem þorir að taka ábyrgð á eigin framtíð. Ég vil að þeir vaxa úr grasi í samfélagi sem heldur áfram að skapa tækifæri fyrir fólk sem vill mennta sig, stofna fyrirtæki, vinna hörðum höndum að byggja upp sitt eigið líf. Við Íslendingar erum lítil þjóð,
En við höfum sýnt það að smæð getur verið styrkur. Við höfum tekist á við náttúruhamfarir, við höfum tekist á við efnahagsáföll, við höfum tekist á við heimsfaraldur. Og þegar mest hefur reynt á, höfum við staðið saman. Við höfum tekið okkar eigin ákvarðanir og fundið okkar eigin leiðir. Það finnst mér ekki vera veikleiki. Það finnst mér vera styrkur. Staðreyndin er ekki sú að ég sé á móti Evrópu. Við eigum eiga gott samstarf við Evrópu og við gerum það nú þegar. Við erum í EES. Fyrir mér snýst umræðin í dag eina grundvallar spurningu. Hvar eigum við að taka ákvarðanir framtíð Íslands? Ég tel sem mest af þeim ákvörðunum eigi að vera teknar hér á Íslandi af fólki sem þekkir íslenskar aðstæður og ber ábyrgð gagnvart íslensku þjóðinni. Ég ber fulla virðingu fyrir ólíkum skoðunum. Þetta er ekki spurning að elska eða ekki elska Evrópusambandið. Þetta er spurning framtíðarsýn. Mín framtíðarsýn er einföld. Ég vil áfram sjá Ísland sem land tækifærana. Land frumkvöðla, land fjölskyldna. Land þar sem við treystum okkur sjálfum. Þess vegna ætla ég að segja nei. Ekki vegna þess að ég er á móti Evrópu. Heldur vegna þess að ég er með Íslandi. Með íslenskum fjölskyldum, með íslenskum fyrirtækjum, með þeirri trú að Ísland verði áfram best byggð á okkar ábyrgð, með okkar ákvörðunum sem við tökum sjálf fyrir okkur sem búum hér. Áfram Ísland. Takk fyrir mig.